Launaseðill. Þú átt rétt á því að fá kvittun fyrir laununum þínum í hvert sinn sem þau eru greidd. Kvittun þessi kallast launaseðill og af honum átt að sjá hvernig laun þín og frádráttarliðir eru sundurliðaðir. Hafðu það fyrir reglu að yfirfara þá til að ganga úr skugga að allt sé eins og það á að vera. Geymdu launaseðlana. Þeir eru staðfesting þín á því að þú hafi greitt skatta og önnur gjöld sem þeir bera að greiða. Skilur þú launaseðilinn? Ekki. Þá skalt þú fylgjast með því sem kemur hér fram. Það sem þarf að vera á hreinu hver borgar launin, það nafn og kennitala atvinnurekanda, hver að fá borgað, það nafn þitt og kennitala, tímabilið sem þú varst að vinna, inn á hvaða reikning voru launin lögð og orlofið, það á að leggja inn á sérstakan reikning í banka. Af hverju? Komum að því betur og eftir. Launaseðillinn gefur þér upplýsingar sundurliðun launa og þess sem dregið af launum. Í þessu dæmi eru laun reiknuð sem hlutavinna í dagvinnu. Þetta sjáum við í tímafjöldanum sem verið að greiða fyrir, undir liðnum tímar eða einingar. Tímafjöldin samsvarar 30% starfshlutfalli auk 2 tíma í yfirvinnu. Taxtinn segir til tímakaupið, sem 1700 fyrir tíma í dagvinnu og svo 3060 fyrir tíma í yfirvinnu. Þegar taxtinn svo margfaldaður með fjölda vinnutíma, fáum við launaupphæð sem sést hér undir liðnum upphæð. Nú koma upplýsingar orlof. Eins og þið vitið á orlof ekki að vera innifalið í launum og á þessi einstaklingur því rétt á að lágmarki 10,17% orlofslaunum til viðbótar sem eru lögð inn á sérstakan bankareikning. Á móti launum koma svo ákveðni liðir til frádráttar. Þeir geta verið breytilegir en hér eru þeir hefðbundnir. Í fyrsta lagi það félagsgjald til stéttarfélags. Í öðru lagi það greiðsla í lífeyrissjóð. Annars vegar greiðir þú 4% í lögbundin lífeyrissparnað. Atvinnurekandi greiðir 11,5% á móti þínu framlagi. Hins vegar það séreignarsparnaður, en hann valfrjáls. Getur verið 2 eða 4% sem þú greiðir og atvinnurekandinn greiðir þá 2% á móti þér. Ef þú greiðir ekki, þá greiðir atvinnurekandinn heldur ekki sitt framlag. Á launaseðli kemur einnig fram tímafjöldi og áunnin laun innan ársins sem veitir þér þannig yfirsýn. Jafnframt skal tiltaka uppsafnaðan frítökurétt sem myndast ef lágmarkshvíld ekki virt. Að lokum það staðgreiðsla skatta sem reiknast af launatekjum og rennur til ríkis og sveitarfélaga. Skattgreiðslur af þínum lífeyrissparnaði reiknast ekki fyrr en við útgreiðslu hans. Þess vegna byrjar þú á því að draga þá upphæð frá samtalsreiknuðum launum til að fá út svokallaðan skattstofn. Af skattstofnunum reiknar svo staðgreiðsla skatta. Skattgreiðsla í 2 þrepum sem merkir að þú greiðir hærra hlutfall af launum í skatt eftir því sem tekjur hækka. Athugið að hér miðað við skattárið 2018. Í þessu dæmi eru tekjur það lágar að skattur einungis reiknaður í fyrsta skattþrepi. Engin skattur þó greiddur af viðkomandi í þessu dæmi, þar sem allir eiga rétt á skattaafslætti, sem kallast persónuafsláttur, sem dregst frá reiknuðu skatti, þannig að í því dæmi sem hér ræðir, greiðir viðkomandi engan skatt. Mundu. Þú átt rétt á að fá sundurliðan launaseðil samhliða hverri launagreiðslu sem þú færð. Geymdu launaseðlana þína og komdu þér upp þeirri reglu að yfirfara þá í hvert sinn sem þeir berast. Ef einhverjar spurningar vakna, hafðu þá samband við stéttarfélagið þitt eða okkarréttur@asi.is.